Við erum með smá þátt núna eitthvað svo sem ekki neitt svo í hinskiptin en kannski finnst einhverjum ögn skemmtun að þessu en hvað veit ég er bara vinn hérna veist, ég er bara starfsmaður á plani og þú veist að þeir veit ekki neitt yfirleitt þú spurt starfsmaður á plani og hann svarar engum að hann veit ekki neitt hann er bara starfsmaður á plani það er topparnir, þeir vita og þar sem við erum ekki þar þá, já erum við bara fáfróðir eins og starfsmaðurinn á planinu en það er ágætt að vera bara starfsmaður á planinu þá ber maður minni ábyrgð og fær þar að leiðandi minni laun en samt laun sem að duga svona nokkurn veginn til framfærslu. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er í dag en verkamannalaun fyrir hvað 30 árum þau voru nú ekki há. Ég þekki þau nú mjög vel, ég vann árum saman á þeim og ég svo sem hæliði þeim ekkert. En ég dó ekki. Hefði ég dáið þá er ég ekki hér að tala við þig. Þannig að allt einhvern veginn fór þetta og endaði þetta og svo fór ég bara á mín ellilaun og þá var nú aldeilis hressilega sem launin mín lækkuðu. Og hér er ég enn, þokkalega hress, þokkalega glaður að glíma við eitt og annað svona sem að manni snýr og reynir að leysa alls konar og getur þá nú yfirleitt. Það er merkilegt hvernig þetta leysist þó brasi á stundum og hvernig þetta leysist svona hnútarnir rakna einn á öðrum og það er náttúrulega bara ein ástæða fyrir því. Við erum að vinna í verkinu. Það er ekkert sem gerist af sjálfu sér. Það er ekkert sem leysist af sjálfum sér og það sem snýr að þér, prívat, skalt þú leysa eða það verður áfram óleyst. Er það ekki óásættanlega staða? Ég myndi segja það. Þannig að verkin kalla alls staðar á þig. Þessi núna, önnur, já þessi núna og svo seinni dag kannski koma einhver önnur upp sem að þú þarft að leysa og glíma við og finna lausn á. Og svona er lífið. Í raun og veru er engin lognmolla á þessu lífi og við getum þakkað fyrir það. Ég var til að mynda ég er með svona tæki og veist náttúrulega ekkert hvað þetta er. En þetta er fjarskipta, já þú veist fyrir hérna okkur sem hengjum á okkur míkrafóna. Ég er með einn hérna og hann er fjarstýrður, hann er þráðlaus en hinir, ég er með 2 aðra sem eru með þráð. Fjarskiptibúnaðurinn er þægilegur og svona notalegur en allt krefst þetta síns viðhalds. Já, viðhalds má segja. Allt er þetta á vissan hátt batterísdrifið. Þó í þessu tilviki sé ekkert batteri svona sem við þekkjum, þá er nú samt í þessu batteri sem að við stingum við USB-snúru og tölvu eða rafmagn og við hlöðum þetta í gegnum það. Þannig að þú ert í raun og veru bara að hlaða batteri. Og svo eins og þessi hérna er líka með USB. Eins og í annan búnað eldri, hann er með batteri, mjóu batteri og löngu. Og þetta er alltaf, maður var alltaf orðið batteríslaust hjá mér. Ég ætlaði að fara að nota þetta því ég hef ekkert verið að nota neitt þessa greiðu. Ætli sé ekki komið á annað ár síðan ég tók hana fram og notaði því að maður eiginlega bara notar þetta fjarstýrða dæmi. Maður tekur orðið mest upp á símann
Og það allt til að taka upp á hann og það líka allt til að nota annars konar vélar. Þessa hérna til dæmis, hún góð. Hún á gamla mótan, segi ég, og þú tekur í hann, setur í hana disk við spjörn, eða platadiskinn hérna litla. Og svo tekur hann úr vélinu og stingur henni í sambandi við tölvuna. Og þá getur þú farið að vinna efni sem þú varst að taka upp. Allt þóttu þetta nú mikla framfari frá þessi var því að þegar maður var að byrja í þessu, þá voru filmur og það þurfti að framkalla þessa filmur. Það voru Danir, þetta var danskt fyrirtæki sem var að framleiða þessa filmur. Og þú sendir þær þangað í Kaupmannahöfn, einhvers staðar í Kaupmannahöfn, og þeir voru með rosalega góða þjónustumanni því að þeir sögðu vika og þú gast bókað að koma eftir viku. Og ég var þarna með þessa vél hvað var ég, 8 eða 10 ár og þetta var alltaf eins gert og það klikkaði aldrei að vikan leið og sendingin kom til mín. Ég held að þeir hafa verið með mér og minn allan heiminn undir. Þetta var Kodak. Þannig að þeir hafa þurft að vera með gott og mikið skipulag á þessu hjá sér. En þeir stóðu sig vel allavega í þessu. Og svo hætti maður í þessum vélum, 8 mm vélum, og það var eitthvað 1980 eða 81 eða 2 sem ég hætti með þær og svo líður tíminn fram til ársins 2003. Þá áskotnast mér vel, Canon-vél, og þá þóttu nú aldeilis fínt maður að í þessum vél voru litlar spólur, þær voru nú lengi þessar litlar spólur, kölluðu það litlu spólurnar. En munurinn á þessu og hinnu var sá að þú gast stungið, bara spilað þetta beint af vélinni og séð af spólunni. Og þú gast tekið upp af vélinni beint upp á tölvu og unnið þetta í tölvunni, en þetta tók auðvitað allt tíma, þetta voru klukkutíma spólur, og þá tók klukkutíma að keyra hana inn á vélina. En þú þurftir auðvitað ekki að gera þannig með einu sinni því að svo gastu bara farið að vinna þitt myndefni í tölvunni og vistað í tölvunni og þess vegna geymt það ef þú vildir. En þetta tók allt svolítinn tíma. En svo komu þessar Canon, eða þessara vélar. Þetta eru reyndar ljósmyndavél, ekki svona ekta vídeóvél, og þetta alveg líka fínasta vídeóvél. Þetta svona í dag. Og þá komu þessi litlu fallegu diskar. Hvað heita þær aftur? Þessi hérna gæjar. Pingulítið og ljótmaður. Þannig að þú þarft ekki þú getur farið að vinna þetta bara svo til leið og ert búin að taka upp. Og bara kemur þér í tölvu og þá svo bara tekur myndina af þessum diski litla og yfir í möppu í tölvunni og það tekur bara örskot stund. Þannig að við erum að tala verulega breytt umhverfi í myndavélamálum. Og sumir að nota þetta, ég hef náttúrulega verið að nota þetta í alls konar, en sumir hafa farið þá leið svona í obba tilvika að tengja þetta eitthvað trúnni sinni. Og það mjög skiljanlegt, vel skiljanlegt að svo því að trúin verður svo stór partur af þér að þú í raun og veru getur ekkert hugsað neitt nema það og það sem þú ert með viltu fara að nota í sambandi við trúna. Og mér held að það sé nú bara mjög heilbrigt og mjög eðlilegt fyrir kristinn mann að vera svolítið með það sem hann á fyrir trúna sína. Því að trúin rosalega stór hluti af manni
og því verður ekkert neitað. Og trúin magnað fyrirbrigði að því leyti til að hún virkar vel og vinnur vel. Og svo elskar trúin það að þú gerir eitthvað meira með hana en bara fyrir sjálfan þig. Þannig að eigingjarnast á öllu eigingjörnu væri að ef maður fer eftir áliti sumra að eiga þetta bara fyrir sig, verður ekki að bera þetta neitt út. Það ekki til neitt eigingjarnara heldur en það og þó maður vildi fara þessa leið að bara eiga þetta fyrir sig, þá gæti maður það ekki til lengdar. Það myndi alltaf með einhverjum hætti koma fram hver maður í trúnni og hvað hún manni. Þetta verður svo stór partur í manni. Hún fyllir bara alla þína tilveru. Já, og þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera. Og þess vegna líka viljum við nota tækin okkar til þess að útbreiða trúna. Kallinn á kassanum, hann ekki lengur á kassanum. Það búið að fjarlægja kassan. Ég segi það, Drottinn færði hann inn í tölvurnar eða inn á netið og þar hann að tala. Og ég líka búinn að sjá það og það vistu jafnvel og ég. Til dæmis að menn voru ég hef nú oft gert það, gerði þetta oft hérna í eina tíð. Þá gekk maður niður Laugaveg eða eitthvað svona upp Laugaveg og var þar kannski tíma að dreifa miðum og svona, þetta svo sem gagn í því. En það var enginn í raun og veru sem spurði mann neitt trúnað fyrir að bragði. Það var enginn sem neitt vildi tala við mann trú. Allir voru kurteis í manni geti neinum ókurteisir mannesku. Það var enginn að spyrjast fyrir þessa trú og menn voru bara að flýta sér. Menn voru bara á gangi þarna á Laugaveginu sem nú mannmörg gata, þetta var nú svona að fara að draga jólum hérna. Og menn voru bara í einhverjum verslunarmanna stússi. Þannig að þetta orðið svo breytt, guðsvitundin, hún náttúrulega alltaf jafn stór fyrir honum og henni sem á þetta. En guðsvitundin, það búið að blinda svo mikið menn, að þeir í raun og veru ekkert svo mikið að hugsa þessi mál bara eins og ég og þú áður en við kynntumst Guði, þá vorum við ekki mest uppteknir af öllu uppteknu að fjalla Guð, að hugsa Guð. Við leitum ekki hugan að Guði því við vissum ekkert hver hann var. Við skulum bara segja þetta eins og þetta Þannig að það voru ekki við sem breyttum okkur, það var Guð sem breytti okkur með því að mæta. Og ég man eftir minni mætingu og Guðs og ég sá, það til Guð. Í fyrsta skipti á ævinni. Og þessi vitund hefur fylgt mér og hér ég að tala yfir 30 árum seinna, 35 árum seinna þennan Guð sem mætti mér þá. Man ég margt frá því fyrir 35 árum? Nei, ég man mjög fátt. En þetta ljóslifandi fyrir mér vegna þess hversu stórt þessi mynd varð og öflug í mér. Fullvissa. Og eins og þú líklega, þá fór ég nú líka að spá í það hvernig maður ætti nú að útbreiða þetta og maður rak sig á ýmsa veggi til að byrja með. Ég man eftir því að þessi hugsunum kviknaði strax hjá mér að gera eitthvað með þetta. Og svo sem sagt fór ég austur og norðfjörð, fór að vinna þar. Svo kom ég aftur suður. Og fljótlega eftir ég kem suður þá stíg ég inn í kirkjuna. Ég segi það og stendur það, ég steig þá inn í kirkjuna. Ég starfið sem að ég fór inn í, það var bara hluti af kirkjunni, ég bakka ekkert með það. Og þá byrja hjólinn að snúast, þessi hjól að snúast, sem var að, hvernig hefur við að útbreiða trúna? Og það var náttúrulega netið var komið þá og maður vissi náttúrulega ekkert hvað þetta net var og ég kunni ekkert á tölvu og vissi ekkert en hafði áhuga fyrir því. Ég vissi að þarna var einhver vettvangur sem ég myndi vilja nota og ég hitti þetta fólk sem var á sama báti og ég og vildi fara þessa leiði líka. Og við bundum
hnýttum saman hendur og við fórum í þetta verk og ég komst á þann stað að bæði læra á tölvu, ég kunni ekki eins og kveikja á tölvu til að byrja með. Hvað þá að vinna með tölvu, en svo smátt og smátt kom það allt saman og ég er búinn að vera við þetta, já, yfir 20 ár, 24-5 ár. Og þú ert nú búinn að sjá ýmislegt eftir mig, ef þú ert eitthvað að hanga á þessu neti sem ég veit þú ert á lón og dón. Og hvað þú horfir það veit ég ekki og varðar ekkert en það er líka alveg hellingur af góðu guðsefni. Að því menn eru á varðbergi með sig sjálfan og spyrjandi þessi spurningarinnar sem við spurðum okkur, bæði ég og fleiri. Hvernig eigum við að gera þetta til þess að útbreiða orðið? Ég veit að þetta er ekkert bara ég og þú sem erum að spyrja okkur að þessu, því að þegar trúin kviknar, þá vaknar þetta líka. Eins og við vorum að tala áðan og þá er þetta svo stórt. Þetta er svo hrikalega stórt, minn kæri, að þetta getur ekkert annað en farið hátt hjá hvort sem er mér eða þér. Og það gerir það svo sannarlega. Og þetta er ennþá á hæsta stað og það hefur ekkert lækkað, það hefur frekar hækkað en hitt og við erum á fullu í þessu, ég og Drottinn. Nú kom upp í hugaðinn meiri hrókagikkurinn maður, en þetta er nú bara þannig að ég og Drottinn erum að starfa saman. Og hann segir nú sjálfur, þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býð. En ég má kalla hann vin minn, það er bara hans orð. Maður hefur reynt að sinna þessu eins vel og maður hefur getað og ég er búinn að læra mikið, alveg helling, bæði í orði Guðs, alveg helling og svo náttúrulega bara verkin sem ég er að vinna, þau svona leysast eitt af öðru af því maður er orðinn þokkalega svona fær. Ég vinna með þessum ágætum tölvum sem maður, eins og ég sagði áðan, kunni ekki einu svona kveikja á hvað þú heldur meira. Og þurfti að hringja í vin til þess að fá hann til þess að leiðsegja sér eitt og annað sem er í dag einföldustu hlutir í heimi, en það kemur ennþá fyrir að maður er algjörlega strandið í þessum tölvum því að talva er miklu meira en eitthvað eitt. Hún er alveg hellingur af vélum í raun og veru og þú þarft í gegnum þessi forrit sem þú átt að fá að læra á eitt og sérhvert forrit og ekkert af þessum forritum þannig sé vinnur eins, svo margt sé svipað með þeim. Og þú þarft að læra frá A-til Ö á hvert og eitt fyrir sig og þegar þú ert að vinna flókin verkefni eins og myndvinnsla hún er nú svolítið flókið verkefni, þá þarft þú að kunna aðferðirnar og læra aðferðirnar og þetta er alveg með grilljón möguleikum og þú kannski notar bara 10 af þeim. En þú gætir gert miklu meira í þessum forritum, bara, já, þessum forritum, góðu forritum og gert bara þess vegna flóknustu bíómynd veraldar. Því að þessir bíóframleiðendur til að mynda, þeir eru bara að nota þessi sömu forrit og við erum að nota. Adobe er mjög svona algengur í þessum forritum en þeir eru konir með áskriftir að þessu og það er ekki fyrir mann eins og mig að vera neitt að hugsa það vegna þess að ég er ekkert að selja neitt. Og ef þú ert að kaupa þessa þjónustu þá þarftu að vera með eitthvað sem mætir kostnaðinum af því. En það sem það er ekki, þá hefur maður nú valið að vera bara með þessi ókeypis myndvinnsluforrit og sum af þeim eru nú nokkuð góð og mér sýnist að þau séu að verða æ betri og þú getur mikið af mér ókeypis, eins og ég var að segja. En ég held að það sé nú í flestum tilvikum hægt að bæta við möguleikana með því að kaupa aðgang að þeim. En þessi grunngildi þau nægja nú svona í flestum tilvikum en ef menn vilja gera þetta eitthvað betur og fá meira út úr þessu þá
geta þeir gert það með því að kaupa mánaðarlega áskrift eða árslega áskrift og ég reyndar hef aldrei farið þá leið. Þannig ég veit ekki munin á því að kaupa áskriftina eða vera bara með þetta eins og við erum með það hér á þessum stað. Þannig ég búinn að vera með þetta árum saman. Ég eignaðist Adobe forrit. Hvernig var það? 2002, 2003, eitthvað svoleiðis og kostaði hellinga peningum. Svo bara tóku það af okkur sem áttum þetta og buðu okkur áskrift að Adobe og ég með þetta forrit ennþá og það svo sem alveg virt og allt það, en það hefur ekki verið uppfært í, kallast ekki komið 12-14 ára eða 15 ára. Þannig að það er náttúrulega orðið framfærir í þessum myndböndum eins og öllu öðru og þetta forrit, þó að virki alveg, og þá það samt ekki þannig að því það ekkert uppfært, að það tekur ekki inn mikið af þessum fælum sem verið að nota í dag. Þannig það er alltaf verið að breyta þeim og þetta er náttúrulega breyting til batna að segja menn en Adobe gamli, hann bara orðinn gamall með staf og neitar að taka við þess að veit ekki hvað þetta eins. En Adobe var mjög gott forrit og ég bakka ekkert með það að það var svona alvöru og í raun og veru alvöru myndvinnslu forrit, þar að segja, ef þú getur opnað það með þeim, já, ef þú opnar fælinn sem þú ert að vinna með það, en það er alveg hægt að gera þetta, það er hægt að konverta, þú veist hvað það er, og þá konvertar bara fælnum í það form sem að Adobe-in gamli góði með stafinn ræður við og stundu gerir maður það nú. Þetta er bara maður þekkir orðið vel á hann og veit að þetta er gott forrit og hægt að gera alls konar í því sem að kannski önnur forrit eru ekki með. Því Adobe hefur alltaf verið mjög fullkomið dæmi og það er ennþá fullu en er ekki að selja í lausasölu eins og var þegar ég var í þessu, þá fór maður og keypti bara disk, CD-disk og hlóði þessu inn í tölvuna og fekk númerinn, serialnúmerinn og það sem maður geymdi. En þetta var allt saman, öllu sem maður keypti út með það og það sem þeir svona gáfu út og gáfu ekki út var að það var svo mikla á þessu stólið. Menn voru með þetta í tölvunum sínum stólið efni og það er náttúrulega á ekki að gera. Sko. Ég var með þetta fyrst stólið og eignaðist fyrsta forritið þannig en svo sleppti ég því öllu saman hendi því út og ákvað að kaupa þetta bara framvegis og ég hef gert það síðan. Þá gerðu þeir þetta, þeir tóku þetta bara af mér með öðrum leiðum. Þannig að það var tillítið sem vera að kaupa. Og ég sitt uppi með hann gamla Adobe-in minn, komið með staf og hækju, ég veit ekki hvað og hvað. Og já, hann er svona gagn af honum en ekki allt gagn. Langt frá því að vera allt gagn. En hann er alltaf tekið fram hans lagið og ég ætla svona að nota hann og meðan ég stend í lappirnar, ekki. Það er alltaf svoleitt, maður verður að nota þetta meðan maður stendur í lappirnar. En hann er búinn að þjóna mér vel og það er margt búið að gera gott í kringum hann og ég var mjög ósáttur við að þeir skildu bara klippa á þetta og bang, búið. Eins og ég segi, það er 15 ár síðan og síðan hefur hann Adobe minn gamli ekki verið uppfærður og hann er bara orðinn á lúin. En getur alveg unnið það sem hann getur unnið eins og hann gerði áður en er að því leytinu til mjög gott forrit. En það er ýmislegt í svona boði og það var DaVinci var eitt forritið og er eitt forritið, ég notaði nú eftir þetta. En það er nú einhver stífla í tölvunum minni með hann því að þeir sendu uppfærslu og ég þarf að gera eitthvað aðgerð í tölvunum minni sem ég veit ekki hver er en ég veit að það er ekki mikið mál að gera það en ég þarf að kunna það samt. Þannig að ég verð að notast við forrit og ætla að nota það bara svona meðan annað kemur í ljós, það heitir klipp, klapp, klamp. Það er mjög gott en þetta er náttúrulega bara með þessu einfalda og
En það að virka alveg bara mjög vel og þú getur gert allt í því og það einfalt og gott að vinna með þetta og þú getur gert allt í því sem þú varst í raun og veru að gera í hinu og í hinum forritunum. Þetta ókeypis forrit, en þú getur líka keypt af klapp áskrift. Ég held að sé orðið með öll þessi forrit að það frítt, en þú getur keypt aðgang sem að bætir eitthvað við vinnslu möguleikana. Ég hef aldrei farið út í þá sálma, þannig ég veit eiginlega ekki í hverju þeir eru fallnir. En það bætir eitthvað við og gerir þetta eitthvað svona skemmtilega. En svo líka með það, ef maður fyrir að nota þetta, þá ég tekið eftir því að maður ekkert að kaupa, það vilja allir, það er að kaupa áskriftir af þessu öllu og ef maður ekkert þar að þá byrjar einhverju stælar í þeim, sýnist mér sem að svona fara að hindra þetta að maður sé að nota þetta og svo bjóða manni að kaupa áskriftinu og það alveg sanngjarnt að vera með áskrift að þessu en það kostar peninga. Það nú bara málið og maður með áskriftir hér og aðra þar og maður getur ekkert bætt við áskriftirnar alveg bara í milljónum talið, það gengur ekki. En maður samt ennþá að notast við þetta og maður ennþá búa til eitthvað sem minnir á Jesú og dregur fram trúna manns því að hún svo nálægt manni, það ekkert hægt að horfa neitt fram hjá því. Þetta nú það sem að ég að gera með þetta dót mitt í dag og nota internetið til. Ég með heimasíðu sem heitir Spor í sandi og þar ég með náttúrulega setja allt sem ég set á Facebook, skrif fram þar og svo ég nú að reyna svona velja menn á að fara meira þangað inn en kannski og þá ætla ég að vera með myndefni eins og þetta myndefni, það verður þar á Spor í sandi og það setur þetta allt inn á YouTube og linkar svo á heimasíðuna sína Spor í sandi en ég verð ekki með þetta á Facebook. Það alltaf að vera með eitthvað svona sem að eykur notkunin á síðunum hans, það nú ekkert, manni finnst það nú ekkert leiðilegt. Þannig spæli ég ekkert í því hverjir horfa og hvað margir eru að sækja þetta, ég var gá aldrei að ég veit ekki hverjir gerir það þó ég vildi það. Þannig að þetta nú samt eitthvað verið að nota þetta, veit ég. Þannig allt saman telur þetta. Þetta trúboðið sem maður í og þarna við. Götutrúboðið auðvitað alveg fullgilt. Ég ger ekki lítið úr því, en aðra möguleika vil ég heldur ekki gera lítið úr því að þeir eru þarna og Guðið eru alveg sama þó við notum þessa leiðir en ekki kannski bara þessa hefðbundnu leiðir sem eru bara í raun, bara eitt af öllu þessu graðæki í dag. Eins og ég var að segja, við löbbuðum, heldum við farið á Laugaveg nokkra laugardaga og upp Laugaveginn og niður og með miða og það var enginn þannig, það tóku margir við, það var enginn dónalegur eða ókurteis en ég sá líka suma bara henda þessu frástöð leiðaustjör baki við manni. Þannig að fólki ekkert á þessum leiðum nema til þess að aðeins einhverju sérstök. Það ekki eins og var áður þegar að menn komu saman á túnblettum á sunnudögum og kjöftuðu saman og þar var kallinn á kassanum af því þar var vettvangur fyrir hann á þeim tíma. Menn komu saman, hópuðu saman til að fá fréttir, segja fréttir og bara hitta mann á annan. Það var ekki sími, það var ekkert sjónvarp, það var ekki einu sinni útvarp en menn höfðu þessi svæði, þessa velli sem þeir vissu að fólk kom saman á þetta leyti á gjarnan sunnudögum og það var svona miðstöðin þeirra. Þetta hefur allt saman splittast og splundrast. En þetta þarna svona, þessi hugsun þarna ennþá en hún núna mikið á netinu. Þetta ekkert sami hlutur og hitt og verður aldrei mannileg samskipti verða
verða aldrei alveg á netinu því að þú ert bara að horfa á dauðan skjá og einhverja myndir sem í raun og veru eru kannski ekki einu sinni alvöru myndir, það getur verið endurtekið og allt saman það sem kannski þannig í alvöru, þarna þessar beinu útsendingar en það ger ekkert sama gagn og að hitta mann og annan á velli eða í kirkju eða hvar sem en þetta verður aldrei saman að jafna og þetta vita menn að gera sér allir grein fyrir þessu. En við getum ekkert annað en horft á þetta, því þetta veruleikinn okkar og Drottinn vill að þessu sé þó sinn þarna og hann með eitthvað af fólki í því og ég reyndar eitthvað, hann með fullt af fólki í þessu og ég held að það sé ekki til svo kirkja sem ekki á netinu með beinar útsendingar á YouTube eða Facebook og nú eða þá að eitthvað tekið upp og sendt inn eftir á. Allar þessar kirkjur og all þessi kristilega vinna, hún mikið þar. En auðvitað ekkert öll. Í Jesú nafni. En þetta gjörði gott núna hjá okkur og við skoðum þetta hvernig þetta kemur út og ég kveð og verið sæl.